gaman að fá þér svo. Já, sömuleiðis. Ég bara ógeðslega ánægður að vera komin. Já. Hvernig staðan? Þú ert í góðri múnderingu með hlýjan feld? Já, ég þarf alltaf að vera með feldin, sko. Það er svona smá lukk, sko. Já. Þú veist, sem fylgir. Mér langaði eiginlega að byrja bara þegar við vorum að tala bara fram með, þegar þú komst með því ég er nýkomin frá Suður-Afríku. Já. Og þá fórum að tala um Kenya. Akkurat. Þú festist þar í, 4 ár? Já, í hjólastól. Það bara ekki nóg með það að ég, átti að fara í aðgerð, sem sagt hjá heila taugaskurðlækni og ég var, í þannig stöðu að pabbi minn var, fully busy og var bara, að skjóta kvikmyndir í þyrludraslinu og mamma mín býr ekki á Íslandi, þannig að ég var bara, einn sem hefði þýtt, ef ég hefði farið í aðgerðina, þá hefði ég verið rúmliggjandi með enga hjálp og ekki neitt, þannig að poppaði hausinn minn, ég ætla að fara til Nairobi, ná í konuna, svo ég sé með eitthvað til að sjá mig, þegar ég er rúmliggjandi, Hvað veitu út af hverju var þessi aðgerð? Ég, ég var að lyfta rosalega mikið á tímabili frá 2015, 16 og 17 og svo í desember 2017 þá er ég og þá er ég að tala um að ég var í fullri ofþjálfun og þetta orð var ekki til á þessum tíma, ofþjálfun Ég var að æfa 8 tíma á dag, full body og var bara, á einhverju frequency sem að ég ætti ekki að vera á, af því að þetta var orðið það mikið að ég var bara the terminology exercising your demons, það var bara I was really exercising my demons, og ég lendi því að ég hef verið að taka curl bar bara, fyrir ofan, ekki með griflu og það bara rennur 60 kíló og dettur beint á nakkan á mér og ég missi meðutund og svo vakna ég og þá er ég bara komið þrenging í mænuna, hægra megin. Þetta var bara svona, þarna bý ég, í kjallara hjá, í húsi hjá ömmu minni, sem að, var svona, hún átti allt húsið, þannig að allir synirnir voru allir búin að búa hana og það var mjög svona exchanged energy hana, og á það langar mér að segja svolítið, fara svolítið djúpt inn í þetta, svo að fólk skilji, ástæðuna fyrir því að vakna, bara eftir 4,5 tíma svefn og hverjum degi í 4 ár og lyfta 8 tíma á dag, var út af því að ég bjó, sem sagt, í kjallaranum sem að mér var nauðgað í þegar ég var yngri. Og þetta var, þetta var, ég var komin á þannig aldur, að ég var búin að vinna úr þessu og bara hef viljað, bara vilja vera talsmaður fyrir að því að að strákarnir þetta gerist við svo mikið að strákum og það þarf eitthvað til að segja, það þarf að segja en ekki þegja en í þessu situationi er ég að lyfta hana, þetta gerist og ég missi þetta og ég fer hana missi allar hreyfigetu, bara spasminni komið til svona eins og stroke-like symptoms bara þegar þú fælir heilablóðfall þá missir þú bara, þetta er bara spasmi og off-balance og allt og ég náði ekki neinu og svo fer ég bara í MRI og þeir bara, þurfum að skera bara og laga þessa bólgan svo eru bara lamaður þá kom einhvern veginn insight sem er svo sterkt hjá okkur segir bara við mig bara, nei, það er eitthvað off ekki fara í aðgerðina, núna og ég tekur þessa ákvörðun og ég segi bara, ég verð að fara út og ná í konuna af því að þá er ég allavega með andlega og líkamlega, hjálp og hann skrifar upp á það segir bara, ok, drullaður út, drífðu þig bara, komdu beint tilbaka og eins og ég segi, þetta átti bara að taka 2 mánuði, max Svo þegar ég lendi, þá náttúrulega springur allt upp heima og pabbi hringir í mig og segir, ég veit ekki hvað er að gerast, en það getur verið að þeir rjúfi samninga við Danmörku út af þessu. Er það út af COVID? Já, út af COVID. Hvenær er þetta í 2020? Já, þetta er 2020 og þetta var bara þeirra, sem sagt, að því að þú þarf náttúrulega að fá, embassyið í Nairobi þá var bara Danmörka og Ísland með samning við Danmörku þannig komst ég heim og komst inn í landið. Þannig ég þurfti að fara í gegnum danska sendiræði. Og
svo bara 4 mánuðum seinna, þá bara hringt í mig frá Reykjavíkurborg og utanríkisráðuneytið og sagt bara, það er bara, þú bara því miður fastur, það er ekki mikið sem við getum gert, þú veist, varandi að senda hjálp eða, þú veist, eitthvað svoleiðis, það var bara, það var valla gefið mér, sko, ég fekk einhverja svona skýrslu sem var svona, ef þú kemst í þetta og þetta og þetta, þú veist, spurði þá, fyndi þá lækni og við tölum bara við það lið, þú veist, þannig, ég bara, þú veist, náttúrulega, sko, þú veist, maður verður svolítið lífsrættur, sko, fattar mig, auðvitað, sko, þú veist, þegar svona kemur, og ég hugsaði, sko, ok, ég er hérna í hjólastól, ég er hérna í Afríku, ég hef aldrei verið í svona hita, ég er, þú veist, surrounded, ég er með, þú veist, holla mat, ég er með ávexti, ég er með allt og ég ætla bara, ég svona tók bara svona ákvörðun, ég ætla að ná mér úr þessum stól. Og svo verið konan ólétt. Þá kom þetta, sko. Þá, þú veist, sko, það var sundlaug sem var 2 gráður af því náttúrulega allar heldur sundlaugarnir í Afríku eru náttúrulega bara ískalda, sko, því að það er svo mikið fucking hiti þeir eru ekkert að hita svo laugar, sko. Þannig ég sagði staffinu þetta var svona, closed apartment, svona gated community sem við bjóði, sko. Ég sagði staffinu að ná í mig hverjum degi í stólnum og þau held að ég væri alveg snargeð, sko. Ég sagði bara can you please, roll me into the chair and dump me into this pool every day at 6:30. And they say, sir, are you serious? Said, I'm dead serious. This will help me. So þeir hendur mér honni í laugana á hverjum degi og þar fer ég að hreyfa lappirnar, sko. Stóðan í vatninu. Yeah. Og fer að nota allar hreyfingarnar í vatninu bara, þú veist, í 4 tíma á dag. Og svo bara 6 mánuðum seinna þá var ég komin úr þessum heldur stól, bara komið með staf. Hann er ánæður. Þannig ég bara, ok. Og þá fyrir hann að segja, það er kannski ekkert eins, þú veist, deadly og þeir eru að segja, sko. Bara, þú veist, halda þessu hugafari, halda þessu áfram og ekki, þú veist, ekki bjagast á þessu. Og því að, þú veist, ef þetta fer, þá fer allt þitt, sko. Þannig að ég bara tekið þetta á mig og svo fæðist hún og þá er náttúrulega komin í betri stöðu. Ég kom með eitthvað læknir þarna sem er að láta mig fá lyfin sem að þau eru að segja ég þurfa að fara á, eitthvað svona spasmanlyf og eitthvað djölan og þú veist, ég bara reyni að gera eins og maður gerir og þú veist, og svo náttúrulega bara heldur lífið áfram. Við förum bara í svona family, förum bara með bassa og förum skoða alls konar fallega hluti og bara alveg gorgeous staður, skilur, og svo náttúrulega ofan á það, þá gerir þetta mann svo djöfulega auðmjúkana því að maður fara að sjá, sko, fátækt á sko, þú veist, ég meina ein gata þarna 275.000 manns og þú ert að sjá, þú veist, fólk sem er að hita sig upp bara með varðið, þú getur ímyndaði bara skólaverðstíðin og þú veist, á meters milli er bara varðeldur, þú veist, til að halda þér hita, sko. Þú veist, þetta er sjón að sjá, sko. Algjörlega. Og þannig að, þú veist, þetta var svona tvískipt, þú veist, það var verið að brjóta, þú veist, sko, að því ég horfði upp og ég segi, guð, hvað er anskotum þetta að gera sko, þú veist, ég veist, þú ert að gefa mér taka hreyfi getur svo ert að sína mér hvað ég er búin að vera óþakklátur heima, sko, þannig að ég ákvað bara soga þetta allt inn, ég sagði, ok, þú ert greinilega á einhverju plani sko, þannig að ég þarf að elda þetta og halda kjafti, skilur og bara halda áfram, sko og það, ég meina, þú veist þessi maður, umboðsmaðurinn minn þekkti mig, sko, á þessum erfiðu tímum, sko, þegar ég var erfiður, sko, og að tala við mig í dag er náttúrulega bara, þú veist, eins og tala við allt hann einstakling, sko, því að þetta greinilega átt að gerast, svo bara 4 mánuð seinna, þetta hvað, 2023, þá kem ég heim, loksins, þá er búið að laga þetta og við komum 3, bara konan og barnið og ég og svo náttúrulega bara beint upp á spítala, tökum aðra mynd, svo fæ ég símtal í miðju stúdíósessjoni hjá honum Banger Boy og Martini og hringir í mig og bólgan er bara búin að draga sig tilbaka. Ég segi, nei, ekki byrlið mér, hann sagði bara, nei, það er ekki að skera upp eða neitt, þú þurfum bara að senda þennir á grensas, fær steragjöf í mænu, botox í lappirna fyrir síspennu og svo bara, sjúkrastjónan. Og ég bara, þú veist, þetta var bara besta blessun í heimi. Og ég, þú veist, bara fer hann niður í grensás og því miður á þessu tímabili,
þá var alltaf hvolfið hann niður. Það var ekki til sterar í mænu, það var ekki til botox, það var ekki til sjúkranundari. Á Grensás. Það var ekki til neitt. Þannig að þú veist, í miður, og ég náttúrulega vissi alveg að þú veist, heilbrigðiskerfið væri í hnotskurð, sko, en ekki svona, sko, af því að þetta var bara ekki boði. Þannig að þú veist, og ennþá í dag ég að bíða eftir tilvísun frá, þú veist, að finna að því að læknari minn, hann flúði bara til, Svíþjóðar, náttúrulega, eins og, þú veist, mest af þessum góðu, sko, þetta er mig, sem alveg farlegt, en þú veist, halló, hvernig á ég að tala við núna, sko, þetta er mig. Þannig að Grensás, ég þurfti bara að skrá mig út og þá fer ég að leita til svona holistic, bara, þú veist, talaði bara mann og annan og fá bara, þú veist, alvöru kunnáttu og reynslu frá mönnum sem að hafa, þú veist, gengið í gegnum það sama, sko, eða hjálpa mönnum eins og mér. Og þá fyrsta var bara kuldi og hiti, bara prófaði þetta. Ég flutti upp í bústað á Þingvöllum og Þingvallavatni var bara besti vinur minn. Ég fór bara í Þingvallavatni á hverjum degi og það hjálpaði eins og motherfucker, sko. Hvað bara kæla? Já, bara, þú veist, og svo þurfti ég náttúrulega, ég á Íslandsmeti núna í Þingvallavatni bara með hanska, sokka og grímu, sko. Þú veist, ég sendi 75 metra út og 75 metra tilbaka, sko. Það var helviti mikið hypothermia. en það var, sko, hvað það var að gera við bakið var bara kraftaður, sko. Svo, þú veist, maður fór bara úr vatninu í heitapotinn, í vatnið, í heitapotinn. Svo breytti ég, þú veist, dæðum, fór á carnivore og þetta virtist bara vera virk allt saman, sko. Og náttúrulega hugafæri líka og vera, þú veist, í sveitin náttúrulega, þú veist, það er ekki hávaði, það er ekki stress, þú veist, þetta er bara gorgeous, þannig á Þingvöllum, sko. Og svo lendi ég í því að detta aftur. Ég datt eins og algjörvilsingur, beint á mjaðmagnundan hjá mér og núna er ég, sem sagt, basically í vinnu með kýrópraktor og nutara sem eru bara að setja, sem sagt, allt á rétta staði. Og þú veist, það er rosalega dagamunur á mér samt sem aður, sko, en þú veist, ég er alveg gangandi, ég er alveg, þú veist, það er ekkert að stoppa frá A til B, þetta er ekki vond, þetta er meira svona óþægindi, þú veist, ef að spasminn fer í gang, þá er þetta meira óþægindi, þetta er ekki sársauki, sko, þannig að þú veist, ég sleppi við verkjalyfin sem betur fer, skilurðu, og þetta er bara, þú veist, núna er ég bara að taka eftir því að ef ég vil fara á svið, til dæmis, ef ég vil fara að gera eitthvað, þá, jú, þarf ég að vera með einn sikkurum megin svona svo maður getur hoppa og skoppa á hans að detta, sko, en þú veist, ég er bara að vinna á því akkurat núna að koma mér í þann stand að ég geti verið að performa og geti verið að, þú veist, sinna mínu starfi eins og ég á að vera að gera, sem ég hef samt verið að gera, það er búið að vera djögulega gaman að þú veist, fara á prikið og standa upp á þessu borðið og, þú veist, vera með þessa kriplu, sko, og fólk fer að sjá, þú veist, shit, þú veist, hann er halv fucking bæklaður og er að, þú veist, gefa okkur sjó, sko, og það er, þú veist, það er það sem ég er að fíla, að því að fólki er að taka í þetta sem bara mega innblástur, skilur. Algjörlega. Ég tók eftir að margt sem ég langar að spyrja sko, bara frá þessu sem svona segja núna, að ég sá þegar þú varst að koma einnig mitt, þú veist, hvernig þú gengur og, þú veist, erfitt með gang og notast af og svona. En þú veist, bara svo, sko, áður en þú ferðin til Kenya, þú talar sko, þú veist, fyrsta sem ég langar að spyrja þú veist, þetta með að æfa 8 tíma á dag. Akkur að æfa 8 tíma á dag og þú veist, þú hvað, þú veist, varstu þá að taka einhver efni eða þú veist, hvernig ferða þig að æfa 8 tíma á dag? Sko, ég er náttúrulega eins óvirkur og hægt er að vera, sko, og ég, þú veist, var bara náttúrulega með tolerance dauðans þegar það kom fyrir, sko, þú veist, ég var náttúrulega bara á rítalinu, sko, og sem að, þú veist, róar heilan minn en gefur mér þess að, þú veist, ég hef aldrei sofið nema 4,5 tíma í 25 ár. Ég vinn 18 tíma á dag og sef bara 4,5 tíma á dag. Ég get ekki sofið meira. Og hvernig ertu ekki þreyttur þetta? Í rauninni ekki, sko. Þú veist, það er í rauninni bara, þú veist, ástandi sem ég er í núna sem að geti komið svona óþarfa líkamsþreyta, sko. En nefnilega, þú veist, ég verðist ná að halda í 18 ára orku, sko, þetta er mig ennþá, sem er alveg mjög gott, sko. En þú talaður dímon á þann, leiðir eins og þetta að vera æfa svona mikið, var þetta flótti bara? Já, þetta var flótti. Og það er það sem ég langaði að tala, þú veist, eins og ég segja, að vera í þessu rými, þú veist, það var búið að breyta íbúðinni, þú veist, það sem eldhúsi var sem sagt Svefnbergi sem mér var nauðgæði þegar ég var 12 ára
þú veist, og nú það bara eldús, þannig að, þú veist, ég var náttúrulega á autopilot, af því að maður fattar ekki, þú veist, ef þetta er suppressed trauma, þá er, þú veist, vogaskálinn, þú veist, hún er off, en þú ert einhvern veginn á autopilot, en ég var ekki að sjá hvernig autopilot ég var á fyrir en ég fekk að heyra það frá öðrum. Það var bara, gaur, þú stoppar ekki. Þú ert að ryksuga sama blett 30 sinnum, þú veist, þú ert að lifta, þú ert að gera þetta, þú stoppar ekki og við erum bara að reyna að grátbíða að setjast niður og taka eitt PlayStation-leik, sko. Þú veist, þetta var bara, ég var bara í keislu allan daginn. Og varstu svona alveg þangað til þetta slys á sér stað? Já. Þannig að, og hefur þú upplifað, því mér langaði líka að spyrja út í það, þú talar ég heyrði alveg áður, tala þakklæti og svona, að lífið hafi verið að bara hægja á þér. Já, algjörlega. Og það þurfti greinilega bara að klippa bandi, sko, þú veist. Mér líður eins og að séu mjög margir, því þú veist, nú hef ég reynslaði að veri talsvert í Afríku. Já. Og það finnum að, sko, þú veist, það öðruvísi tráma. Já. Þú veist, það svona, einmitt, það fátækt og svona, en manni finnst samt eins og út af því aðstæðuna til að lifa hafa bara verið miklu betri í mörg 100 ár, skilja, það bara meiri hlýja, það eru áherslu á trjánum, jafnvel þó þú þyrftir að sofa úti, þó deyrði ekki, og meðan á Íslandi við erum að koma úr þessum hörðu aðstæðum. Algjörlega. Og þá finnst mér eins og að sé svo stór hluta Íslendingum, þú veist, við erum með eitthvað fortíða tráma í okkur og leiðin okkar til þess að flýja það bara, þú veist, að vera að vinna nógu mikið, kaupa nógu mikið, og við erum alltaf á leiðin eitthvað. Ég er að segja það. En við erum ekkert sérstaklega góði að, þú veist, þannig ég langar að spyrja það, þú veist, þegar þú upplifir þetta að æfa að 8 tíma á dag. Ef þú hefðir slakað á eða staldra við, var bara of óþægilegt að finna fyrir tilfinningunum þannig að þú bara verður alltaf að fara að gera næsta og næsta hlut. Það var þannig, sko. Þetta var bara svona inactivity would mean total mental disaster. Já, einmitt. Þannig að, þú veist, ef ég var bara sitjandi, þá voru bara, þú veist, 50 rættir í hausnum af mér. Og þetta var, þú veist, náttúrulega bara, þetta var eitthvað sem að ég eða þú veist, viss í rauninni ekkert, að því ég var alveg verbal og hann getur vottað í það líka, þú veist, það vissi allir að þetta hafi gæst, sko, en það vissi greinilega enginn hvernig átti að approacha mig, sko, fattar mig, að því ég var náttúrulega bara í þannig líkamsstöðu og öllu að það var ábyggilega ekkert, þú veist, aðlægandi að koma að mér í þessu ástandi og segja, elsku kallmenn, skilur þú veist, það var erfitt, en þú veist, eins og ég segi, eins og þú sagði, þú veist, það þurfti greinilega bara, lífið þurfti bara að setja og negla niður á bremsuna, sko. En hvernig var þá fyrst þegar þetta gerist, þú veist, þegar þú lendir í þessu slísi og þá náttúrulega bara þarft að hægja á þér? Já. Komu þá ekki raddirnar af miklum krafti fyrst sinn, eða? Sko, það er nefnilega að fyndi, þetta gerist og það er eins og þær heldur það þegar það var búin að vinna fyrir þetta gest, þannig að það er bara svona slowly, þú veist, fara að filtera út, sko. Og sem að mér fannst skrítið, að því að ég var akkurat að búast við að þetta myndi pota, sko. En það var ekki þannig, ég var meira að vakna og gleyma að ég var í slasaður, þú veist, ég ætlaði bara að fara úr rúminu og labba inn á baðherbyggi, skilur svo bara, þú veist, dett ég bara strax að því að, þú veist, ég er ekki með hreyfigetu og þá var ég svona, já, shit ég slasaði mig, ég þarf að taka skref fyrir skref, þú veist og þetta bara tók á að læra skref fyrir manni sem mig, sko, fattar mig í stæðan fyrir að bara hlaupa og hoppa, sko þannig að, þú veist Hvernig er að ná að tilenga sér, þú veist, þegar maður lendir í einhverju sem er svona alvarlegt, að ná, þú veist að vera ekki í fortíðinni að vorkenna sér og þú veist, akkur ég? Sko, ég meina, af hverju að eyða orku í það? Í alveg talað. Þú veist, það er talað að menn eyði sko 90% orku í sjálfsefa og gremju og þessu skilur sem ég skil alveg, en ég meina, þú veist, þetta er eitthvað sem við verðum að brjóta á einhverju tímapunkti og líka náttúrulega eins og séð munurinn á minnikynnslóð og Gen Z, þú veist, Gen Z eru bara non-biased, þeir eru ekkert að dæma skilur, sem er frábært og þannig sérðu breytingu skilur, í því, bara í communication og í samvinnu, þú veist. Hvað kallar það Gen Z? Gen Z er bara, hvað myndi ég geta bara ég myndi segja 0 til 04 og upp Já, þessi módel, já. Svona einhverjir sem eru kannski 25 ára eða yngri. Já, akkurat. Þeir eru bara the salvation, sko, í rauninni, sko. Bara að því að þetta er... Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.